Hverjum hefði dottið í hug fyrir það bil 10 árum að þau mannréttindi sem við töldum þá og teljum auðvitað enn almenn og aldeilis sjálfsögð, að þau séu nú dregin í efa og í raun brotið á þeim með grófum hætti víða í Evrópu, nærri okkur og almennt í hinum vestræna heimi. Það á við réttindi kvenna, samkynhneigðra, landlausra flóttamanna og fleiri. Við erum hér í Fríkirkjunni við Tjörnina. Kristur með opinn faðminn býður alla velkomna. Jesús setti manngildið ofar lögmálunum. Það er mjög mikilvægt. Kristur setti manngildið ofar öllum kynjamun, hún, hann, hán, allir velkomnir. Ofar kynhneigð, ofar þröngsýnni og útilokandi þjóðerniskennd, íslenskri eða þjóðerniskennd annarra þjóða. Allt frá stofnun Fríkirkjusafnaðarins árið 1899 hefur Fríkirkjan hér við Tjörnina verið helguð mannréttindabaráttu. Slíkt er verulega óvenjulegt meðal trúfélaga. Því miður er auðvelt að finna ótal dæmi, söguleg dæmi hið gagnstæða. Mannkynssagan segir okkur að trú og kirkja hafi verið notuð til að réttlæta meðal annars kúgun kvenna. Samanber ritað verið hver öðrum undirgefnir í ótta Krists, konurnar eiginmönnum sínum eins og að það væri drottinn. Kirkjustofnunin hefur notað kristnan trú til að réttlæta þrælahald og þar með mansal. Ritað í sama bréfi Nýja testamentisins: þér þrælar, hlýðið ykkar jarðnesku herrum með lotningu og ótta í einlægni hjartans eins og það væri Kristur. Hið sama og einnig við fordæmingu samkynhneigðra í gegnum aldirnar. Kirkjustofnanir hafa komið ýmsu góðu til leiðar. Einnig hafa þær þó hindrað lífsskoðana, trúar og tjáningafrelsi milljóna manna, kvenna sem karla. Þeim mun frekar er sérstaða Fríkirkjunnar hér við Tjörnina einstök. Það er sérstaklega eftirtektarvert að strax á upphafsárum fyrir 120 árum skyldu konur njóta sömu réttinda í söfnuðinum og karlar. Í þá daga höfðu konur alls ekki kosningarétt hér á landi. Fríkirkjan metur mannréttindi ofar trúarlegum kreddum. Boð Krists að við elskum náungan eins og okkur sjálf krefst þess af okkur. Fríkirkjan mun áfram láta sig mannréttindi varða.